jól, krakkar, og verið velkomin í jólastundin okkar. Og gleðileg jól, Keli minn. Ó, gleðileg jól, Ásta mín. Mikið ertu fín og jólaleg í dag. Ó, takk. Hæ? Og þið krakkar líka, alveg rosa hrein og fín. Auðvitað, í dag eru allir í sparifötum, Keli. Já, loksins komin jól. Það er svo gaman á jólunum. Já, heyrðu, Keli minn, ertu ferðbúin og tilbúin? Já, hvort ég er. Og krakkar, við Ásta ætlum að aka bæinn með jólagjafinnar í alveg hreint frábæru faratæki. Vil ég giska á hvað það er? Já, einmitt, við ökum á alvöru jólasveinavagni með hesti og allt. Já. Jæja, Ásta, leggjum við. Frábært. Við þurfum aðeins að hvort það sé ekki allt klárt áður en við förum. Já, kíkt á listan. Já, auðvitað. Já, má sjá. Er allt hreint? Allt skúrað og skrúbað. Það er nú gott. Byttu nú við. Jólapakkar. Innpakkaðir og eitthvað svona smottir í þeim og komnir á vagnin. Frábært. Já, jólasmákökurnar. Já, Sigurdór er að baka og Lóa er að hjálpa honum. Almáttugur minn, það getur nú klúðrast einhvern veginn. Ég hugsa mig það bara á eftir. Jólaskraut og jólatré. Já, við erum með jólatré og jólaskraut og allt mjög jólalegt. Allt mjög jólalegt. Heyrðu, þá getum við bara farið. Já, wúhú! Það heyrast jólabjöllur og ofan á fjöllunum fer. Hópur af jólaköllum með jólagjafir með sér. Komdu með í sleðaferð. La 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 du. Og jólanum, þá bökum við. Og það er gaman, rosa gaman, bom, 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 bom. Jólanum, la 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 la. Hveiti. Jæja, fröken Lóa, hvernig gengur nú að hnoða deigið? Alveg frábærlega, þetta er alveg að verða tilbúið. Sérðu, þetta festist við fingurinn á manni. Sko, amma segir að deig sé ekki tilbúið nema festist svona alveg við mann. Ammaðin, já? Já. Er ammaðin góður kokkur, já? Já, hún er svaka góður kokkur. En hún segir líka að maður eigi alltaf að smakka deigið áður en það er bakað. En sniðug hugmynd að fá hann hestvagn, það er svo jólalegt, við verðum alveg eins og ekta jólasveinar. Hó, 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 gleðileg jól. Ásta, ekki missa þig alveg. Nei. Heyrðu, er allt tilbúið? Já, heyrðu, við erum með pakkana, jólagjafalistan og svo er kakó og brúsa hérna aftur í. Já, og hesturinn er klár. Já, hesturinn er klár, auðvitað. Hvað er ekki klár hestur? Klár hestur með tölti. Heyrðu, leggjum í hann. Já. Þegar piparkökur, baka kökur, gæða maður tekur fyrst af öllu, lalalala, bamba, kíló makarín. Og svo á að setja í þetta aðeins litla teskeið pipar. Hexni! Sigurdór minn, hvaða smákökur finnast þér svona bestar að borða? Allar sem ekki baka vandræði. Baka vandræði, þessi var góður, það er ekki til neinar smákökur sem heita það. Heyrðu, á ég segja hvað smákökur mér finnast bestar? Í guðana bænum slepptu því. Jú, mér finnast súkkulaðkökur, piparkökur og rúsínukökur og karmellukökur. Takk kærlega fyrir upplýsingarna, fröken Lóa. Já. Lalalala. Guðum, af hverju var ég að leyfa henni að koma í þetta? Þetta verður aldrei tilbúið fyrir jólin. Ég er að baka drullumat, bó, 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 lalalala, bó, 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 bó. Nú baka ég vandræði fyrir þig, þú mátt sjá, farðu samt frá, ég er að baka. Ó, Fröken Lóa, fór smá á þig. þú ert ekki að baka fyrir mig, Fyrirgefðu. neð þig, neð nokkurn annan. Jú. Því þið nóg komið af þessari tilrauna starfsemi.
Þið með góðu, þú titrar allir. Sigurður, viltu ekki bara fara að grenja líka? Vá, einn fúll, það fór bara pínulítið svona deg á þig. Fröken Lóa, veistu það, nú nóg komið af þínum bakstri hérna í dag. Nú? Þú mátt bara fara heim núna. Nei, Sigurður minn. Sko, ég kom hérna til að hjálpa þér og ég stend við mín orð. Sérðu, ég kann alveg að baka. Setjum hérna bara hveiti hér í skál, ég ætla að sýna þér. Ég kann þetta alveg. Og svo, svolítið hér meira af mjólk. Hrærum þessu vel saman. Tökum hér 1 egg, 2 og 3, svona, og svo hrærum við bara svona, hrærir, sko! Ó, fyrir ekki, nú fór aftur á þig. Æ, Sigurður. Hverju fór ég ekki til Kanaríeyja þessi jól? Æ, þetta er ekki nóg gott. Fröken Lóa! Já. Skal segja þér það. Ég veit ekki hvernig ég á að koma orðum að því öðruvísi en viltu gera svo vel að snauta hérðan í burtu undrains? Heyrðu, það nú þakklæpið, sko? Ég er búin að vera að reyna hérna að hjálpa þér að baka hérna í allan dag. Sérðu, þú ert búin að láta mig, barnið, vinna hérna baki brotnu í allan heila dag. Ég ætla bara að láta þér vita það. Þetta er síðasta skemmti sem ég hjálpa þér við nokkuð skapaðan. Fínt, bless! Kór Snælandsskóla syngur jólabros í jólaös. Sá mig enginn. Ég verð að róa mig niður og fá mér eitthvað að éta. Veistu, ég fari bara niður í kjallara og finna eitthvað að éta þar. Svona, veistu, kjur. Halló? 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 Sælt fyrir fólkið? Halló? Er enginn heima? Það var skrítið. Hvar er mannfólkið? Fór það allt í kirkju? En það er allt uppljóma hérna. Mikið rosalega er fínt hérna. Og hvað þetta er fallegt. Ætli þið hafi átt von á gestum? Áttu þið kannski von á mér? En af hverju eru þið að skreita svona mikið? Ef að enginn er heima. Hvað þetta er fallegt. Já, er þetta fyrir gestina? En ég er náttúrulega gestur. Eru þið það að skreita fyrir mig? Já, þau eru að skreita fyrir mig. Það er skemmtilegt. En er ekki algjört rugl að vera með þetta hér? Láta þetta ryk falla hér?
Er ekki bara miklu sniðugra að ég taki þetta með mér heim og setja þetta í skjóðuna? Jú, það er miklu sniðugra, finnst þið það ekki? Jú, mér finnst það. Heyrðu, ég tek þetta bara með mér. Svona. Set þetta hérna ofan í pokann, já, svona. Ó, hvað þetta er fallegt. Þetta minnir mig nú bara á efsta strákinn minn, svona, já. Mikið rosalega verður fínt hjá mér. Wow! Vistu það, Keli, að þú ert frábær jólasveinn? Já, kannski meira svona jólaköttur. Já, veistu, þú bara hefur þetta einhvern veginn í þér, þetta að gefa gjafirnar og svona, þetta er svo mikið þú eitthvað. Já, ég er algjör snillingur. Já, ég veit það. En, heyrðu, sérðu, við erum að verða komin heim. Júbí! Það er svo jólalegt heima. Kannski eru Lóa og Sigurdór búin að baka. Heita smákökur og fallegt jóladrykk. Getur bara ekki verið betra. Ó, já, heyrðu, Keli, sérðu, við erum alveg að vera komin. Hvað þetta er fallegt! Þetta er alveg ótrúlega fallegt. Þetta langar mig í. Hvað er í þessu? Já, ægilega er þetta fallegt. Grýla hún var glettin væri í gömlum hellibýr. Þoli hvorki glaumneglis. Ralalalalaræ, búmbakið, búmbak. Heyrðu, ég tek það bara með mér heim. Ég pakka bara fyrir mig, verðið bless, bjá heilsa. Lara. Söngmaðurinn Þurastína syngur Ég hlakka svo til. Við, endalaust við, sem bara styttist eini. Nú hver dagur svo lengi að líða. Mér leiðist skelfing að þurfa að bíða. Langt, dæmalaust langt.
Ásta, Já, hvaða dagur í dag? jóladagur. Þú veist það vel, Kelly. Já, það er það sem ég hélt. Og á ekki að standa jólatré í stofu á jóladag og jólaskraut í hillum og á veggjum? Jú, mikið rétt hjá þér. Það er venjan á jóladag. En það er bara ekkert slíkt hérna. Nei, það er nú bara alveg augljóst að tréð okkar er horfið. Já, bara gufað upp. Heldur það virkilega? Nei, Kelly, veistu hvað? Ég held að jólatrið okkar hafið bara pakkað saman og flutt til útlanda. Já, þú segir það, já. Já, sko, þetta er bara ekki nógu gott. Nei, bara alls ekki. Hvað eigum við að gera? Rannsökum málið. Köllum á Sigurdór og Lóu. Kannski eru þau vör við eitthvað. Ja, þau fóru heima. Þau gætu að hafa heyrt. Hérna, Sigurdór! Sigurdór, Lóa! Já? Sigurdór, hvað aðeins að spilla við okkur hérna? Bara smá, hérna aðeins. Hérna, já. Sjáu þið. Hvað er jólatrið? Og allt jólaskrautið? Já, við vitum það ekki. Veist þú kannski hvað það er? Ég? Nei, það veit ég ekki. Var ekki Lóa með þér? Hún gæti vita, hún gæti hafa heyrt eitthvað. Hvar er Lóa? Á ég að passa krakkan? Ég veit ekkert hvar Lóa er. Úps. Var eitthvað að kalla á mig? Nei. Heyrðu, það er naumast, það er erfitt að finna ætan matarbita í þessu húsi. Sjáuð, ég er farin að borða holt, ég er farin að borða epli, sjáuð. Hvað? Akkur horfið þið svona á mig? Er ég svona fín? Já, ég veit að þetta er sko jólagjöfin mín. Er ég ekki fín? Hvað? Gefur hraustlegt og gott útlit og bætir meltinguna. Svo sannarlega. Jæja. Þetta halda áfram að skreita. Gera fínt. Mælu sjá. Já. Þetta getur verið hér og þetta hérna. Ó, hvað þetta er fallegt. Nú snjóar hjá jólasveininum, svona já, og fallegt hljóð líka. Og sjá, þetta gæti bara verið, já, fyrir ofan myndina af honum langaða mínum. Honum skápi sem er á þessum skápi. Og þetta, já, þetta setja sjálfa mig. Svona, já. Alltaf svo hlýlegt að fá kerti á jólunum. Hvað er þeir farnir að setja í þetta? Fjárans óbragðið orðið af þessu. Það er af sem áður var. Jæja. Þetta er alveg einstaklega fallega skriftur jólakjöld hjá þér, Lóa. Takk. Já, mjög svo jólatréslegur, ha? Ert þú hrifin af jólatrjám? Já, ég elska jólatré. Ég vildi að ég ætti öll jólatré í heiminum. Sko, þú lætur þér ekki nægja að eyðileggja jólabaksturinn, heldur þarftu líka að stela jólatrénu frá Ástu og Kela. Hvað er það eiginlega að tala? Hvernig stendur á því, fröken Lóa, að þú ert þakin í jólaskrauti og greinum af trén okkar? Já, svaraðu! Já? Akkur er allir svona vondir í mig? Kannski var þetta ekkert þú. Sko, í mínum augum er það ljóst að stelpan tók tréð og allt jólaskrautið. Nei, ég veit ekki hvað þið er að tala um. Sko, þegar við fórum út áðan, Lóa, þá var hérna fullskreytt jólatré í stofunni. Og jólaskraut. Já. Nú er þetta allt horfið, en þú skreytt eins og jólatré. Þú hefur bara tekið það. Nei, ég tók það ekki. Ég kom hérna niður áðan, hingað, sko, en þá var jólatréð hér. Ég sverða. En hvernig stendur það á því að þú ert með allt þetta hérna framan á þér?
Talaðu hærra. Ég labbaði óvart á tréð, það bara alveg óvart og það datt, en ég lagaði það aftur. Ég tók það ekki, ég sverði það. Þú veit ég trúi þér. Ég veit það, ég trúi henni. Ég held hún hafi ekkert gert þetta. Já, ég sammála þér. Lóa myndi frekar taka eitthvað sem hún gæti étið. Jú, nákvæmlega. Þetta er alveg ómögulegt. Þetta er allt ónýtt. Það verða engin jól í ár. Heyrðu, Keli minn, slakaðu bara aðeins á. Við leysum þetta mál, ég er alveg viss um það. Nei, ég slaka svo bara ekki neitt á. Ég sitt ekki hér mínútur lengur. Ég er farinn. Það skal sko engin jólaþjófur komast upp með að stela jólunum frá mér. Það er naumast. Hvurslags er þetta? Jólakvöl. Ég græt jólatáru. Já, gernar að kosta völ. Mjá, mjá. Jólaskrauti farið og horfið jólatréð. Jólaskrauti farið, hafið þið séð tréð. Ég græt, það get ég svarið. Og ég góla líka með. Mjá, 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 mjá. Allt er ónýtt. Nú er útséð með jólin og það er ekki einu sinni skólinn. Nei, ég er bara fann að ríma, ég er bara talandi skáld. Jólatré, hvað er að ske? Svaraði mér. Í minni vesöld skul ég ríma. Það er nú meira klúðrið. Jólatrið okkar bara horfið. Þannig að segðu mér Ásta. Já. Eru þið Keli búin að leita okkur allan grun hérna inni? Nei, það hefur við ekki gert. Já, heldur kannski að jólatrið gæti leynst hér inni? Það er aldrei að vita. Já. Lóa, sitt ekki þarna krakki. Gerðu eitthvað gagn, hjálpaðu okkur að leita. Leita hverju? Jólatrénu. Já, því. Já, leita sko. Við erum að leita vel. Þetta er ekki hérna og ekki hérna. Það er bara augljóst mál að jólatré, það er bara alls ekkert hérna. Ég fann! Hvað? Hvað? Konfektmála! Ég fann heilan konfektmála hérna! Verðið þér að góðu, Lóa mín. Hvernig smakkast? Mjög gott. Það er nú gott að heyra það. Heyrðu, ég er að hugsa að fara út og leita hann Kela. Mér líst ekkert á að hafa hann þarna einan úti. Hann gæti bara lent í einhverjum vandræðum. Já, heyrðu, gerðu það bara, Ásta mín. Já. Sko, ég skal bara fylgjast með búðin hérna fyrir þig á meðan og fylgjast með ferðum steliþjófa. Kannski kemur þjófurinn aftur og þá ætla ég að vera alveg tilbúinn og ulla hroðalega á alveg svona og segja við hann: skilaðu aftur jólatrénu, steliþjófur, eða ég öskra á þig. Og það viltu ekki. Nei, það vill steliþjófurinn örugglega ekki. Það er gott að vita búðin í öruggum höndum, Lóa. Mjög öruggum. Mjög öruggum. Heyrðu, ég ætla að flýta mér að finna Kela. Kom fyrir allt í lagi. Já, bless. Hvað segir þú gott, Sigurður? Ja, bara svona, allt ágætt. Já. Heyrðu, Sigurður, Já.
þessar smákökur hérna? Já, ég kom með þetta, smáraði bara hérna ofan. Heyrðu hérna, segðu mér Lóa, myndirðu kannski vilja smakka þetta aðeins fyrir mig og segja mér hvernig þetta bragðast? Já, takk! Já, Hvort ég vil! Þetta er eiginlega einu sinni mín sérgrein að smakka og geta. Jæja. Kannski aðeins meiri kardamómur? Já. Það er ekki Ég verð að smakka miklu meira til að vera viss. Auðvitað, já. Gjörðu svo vel. Já. Bara eins og þú vilt. Jæja. Hvernig bragðast? Já, ekki? Hvað segirðu? Frábært, já. Ég ætla kannski að fá mér hérna aðeins líka. Já. Jæja, Grýla, hvað segirðu að hafa jólatréð? Nákvæmlega hér. Er ekki svolítið sjattering og feng shui í þessu? Já, væri kannski skárra að hafa það hérna upp við skápinn. Svona, hjá honum skápi. Fer vel við þessa jólaskreytingu hér. Gefur þessu ægilega svona mikinn jólalegan blæ. Já, ég veit það ekki. Heyrðu, segðu mig Grýla, því þú ert nú svo fjallmyndaleg og stórgáfuð og velklædd og skemmtileg. Væri ekki bara ráð að hafa jólatré hérna? Já, ég veit það ekki. Gengum maður bara ekki á það? En það er nefnilega snilldin. Heyrðu, þá er nefnilega hægt að ganga svona kringum það. Já, þú meina svona eins og gangi kringu jólatré. Já, má ekki bjóða þér upp í dans? Jú, þakkar alveg kærlega fyrir. Göngum við í kringum, eini berjarum barabba, eini berjarum barabba, eini berjarum barabba. Æ. Æ. Þetta minnir mig nú bara á það þegar að strákarnir mínir voru litlir og voru hjá mér á jólunum. En núna eru þeir orðnir svo frægir og uppteknir. Þetta var bara smá grín að setja í skóinn, en svo var þetta svo vinsælt og ég hef bara ekki séð það síðan. Mesta lagi að maður fái eitt jólakort. Elsku mamma, það gengur vel að setja í skóinn. Jæja, það þýðir ekki að vera að vola neitt. Það er alveg svo jólalegt hérna, ég veit ekki hvernig ég á að vera. Það er alveg svo fínt hjá henni Grýlu, ægilega jólalegt hjá henni Grýlu. Og það mikið svona feng shui og sjattering í þessu. Æ, dansi, opp, dukk, oi. Ólafur Kjartan Sigurðsson syngur fyrir okkur jólalag. Gleðileg jól. Mér langar rétt aðeins að fá að segja ykkur frá laginu sem ég ætla að syngja hérna á eftir. Af því að jólin eru nú auðvitað tími jólalagana allra, sem við kunnum svo mörg. En ég er svo heppinn að það er eitt jólalag sem að mér þykir pínulítið vænna en önnur. Það er nefnilega þannig að þetta lag bjó hann afi minn til, hann er kallaður Jón Bassi, og hún amma mín, hún Jóhanna, hún bjó til ljóðið. Þannig að saman gerðu þau þetta lag sem að mér finnst stundum eins og ég eigi pínulítið meir en aðrir, en ég vil nú samt að við eigum þau öll saman. Og vitið þið hvað, hann Jónas Ingimundarson vinur minn sem er ofsalega flinkur á píanó, hann ætlar að spila það með mér. Eigum við að sjá hvernig það er.
stara jólaljósin Jólaklukkan boðskap ber bjarta framtíð handa þér og brátt á himni hækkar sól við höldum heilag jól. Já, þetta er að nálgast, maður sjá. Já, kannski örlítið meira þessu, hérna. Eitthvað svona. Já. Alveg eins. Þetta er svo glæsileg, elska mín. Svo falleg. Á rómantískum stað ég uppgötvaði það að ég var ástfangin af mér og aldrei ég gleymi hví líkan fögnuð ég fann. Ó, leppalúði. Og það var oft svo skemmtilegt hjá okkur. Ég gleymi því aldrei þegar þú komst á tröllahjólinu og reiddir mig. Skylda vera jólahjól, burububummurum, eða kannski gríluhjól, dígongata, hámatika, hæjaka, kólokotúsi, ingataka, hopni, jakata, kom, ísasætjaka, Keli, þarna ertu þá. Já. Ég er búin að leita þér út um allt. Já, æða búið eyðileggja jólin eru ónýt. Bara búin og farin. Ó, Keli, það er engin ástæðis að híma hér í þessum kulda. Jú, ég er svo reiður og sárreiður. Ég ætla bara að híma hér í þessum kulda og kæla mig niður. Keli, vissu það skiptir engu máli með þetta jólatré. Vissu það að jólaboðskapurinn, Keli, snýst ekki skraut á jólatré. Það snýst fæðingu Jesú og vera með ættingi sem og vinum, Keli. Já, það? Já, þú veist það vel. Jú, ætla ég sé ekki satt hjá þér. Ó, Keli, veistu það, og fyrir mér eru bara jólin ónýt án þín. Af því að mér finnst að við eigum að vera sama á jólunum. Ég og þú. Já. Ekki eitthvað skraut og einhverju pakkar og svona. Nei. Komdu með mér heim. Og við getum fengið okkur ilmandi, nýbakaðar smákökur. Allt í lagi. Er það ekki bara? Jú. Mér líður strax betur. Er það ekki? Þú búin að leita lengi að trénu. Séra Hjörtur Magni flytur okkur jólaguðspjalli. Gleðileg jól og velkomin hingað í Fríkirkjuna. Nú ætlum við að hlusta á jólaguðspjallið og síðan á eftir að þá ætlum ég að biðja ykkur að hjálpa mér að segja það og mig vantar hendurnar ykkar til þess að aðstofa mig við það. En fyrst skulum við hlusta. En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústus keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gjörð þá Kýrineus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig, hver til sinna borgar. Þá fóru Jósef úr Galileu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davíðs sem heitir Betlehem. En hann var af ætt og kyni Davíðs að láta skrásetja sig ásamt Maríu, heitkonu sinni sem var þunguð. Og krakkar, vitið það að einu sinni átti ég heima þarna rétt hjá, ég átti heima í Jerúsalem sem mitt á milli Nasaret og Betlehem og þetta löng og erfið leið fullt af hólum og hæðum og það var erfitt fyrir þau að fara þessa leið því að María var með lítið barn í maganum. Og þó segir, en meðan þau voru þar kom svo tími hún skyldi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu af því að eigi var rúm handa þeim í gistuhúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar. Og engill drottins stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði kringum þá.
Þeir urðu mjög hræddir, en engillinn sagði: Verið óhræddir, því sjá ég boðið eru mikinn fögnuð sem veitast mun öllum líðinum. Yður í dag frelsari fæddur, sem Kristur drottinn í borg Davíðs. Og hafi þetta til marks, þið munu finna ungbarn og lagt í jötu. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu: Dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himins, sögðu hirðarnir sín á milli: Förum beint til Betlehem að sjá það sem gjörst hefur og drottinn hefur kunngjört oss. Og þeir fóru með skyndi og fundu Maríu og Jósep og ungbarnið sem lá í jötu. Þegar þeir sáu það, skýrðu þeir frá því sem þeim hafði verið sagt barn þetta. Svo voru fleiri sem komu að, munið eftir því, krakkar. Þarna voru vitringar sem hefðu komið frá Austurlöndum, 3 saman líklegast á Úlföldum, og þeir komu og færðu barninu gjafir, gull, reykelsi og myrru. Og þegar þeir hefðu gefið því gjafir, þá fóru þeir aftur heim til sinna landa. En krakkar, nú ætla ég að biðja ykkur að hjálpa mér við að segja þessa sögu. Og ég þarf að fá hendurnar ykkar, þið þurfa að hjálpa mér með höndunum ykkar að segja þessa sögu. Allir tilbúnir? Einu sinni voru þau María og Jósep í borginni Nasaret. Þau þurftu að ganga langa leið, alla leið frá Nasaret alveg suður til Betlehem, gegnum Jerúsalemborg. Og María var mjög þreytt og hún vildi geta farið að sofa og hvíla sig vegna þess að hún var með barn í maganum, það ekki. En þau urðu að halda áfram og ganga ennþá lengra þangað til þau loksins komið til Betlehem. Og þegar þau voru þangað komin, að þá fór Jósep undan og hann bankaði á dyrnar á gistihúsinu. Bankaði fast og mikið, en það var maður fyrir innan dyrnar sem hélt fast utanum og opnaði bara pínulítið og sagði: Hvað viljið þið? Sagði það kuldalega. Og Jósep sagði: Við erum hér gestkomandi, við erum búin að ferðast langa leið og við erum að leita að stað til að sofa á í nótt og hvíla okkur. Maðurinn í gistihúsinu sagði: Fari burt, ekkert pláss hér, og skellti hurðinni. Áfram genguðu pínulítið, fundu annað gistihús þar sem að Jósep bankaði líka upp á dyrnar. Og þar var maður fyrir innan, hann hélt dyrnar, opnaði pínulítið bara og sagði: Hvað viljið þið? Og Jósep sagði: Við erum að leita að gistirými, stað sem við getum hvílt okkur yfir nóttina, kona mín þunguð. Maðurinn sagði: Nei, ekkert pláss hér, en hérna fyrir aftan hjá okkur, hér fjárhús og þar getið þið lagst til hvíldar ef að þið viljið. Og svo skellti hann aftur. Þau fóru bakvið, gengu aftur fyrir hús og þegar þangað komið að þá fundu þau svona lítið fjárhús og þar lagðist María niður, fæddi litla barnið og þar var jata sem að dýrunum var gefið úr og þar lögðu þau litla Jesúbarnið eftir að það var fætt. En núna aftur á þessum jólum bankað upp á hjá okkur hverju og einu og það Jesús sem að banka og við höldum dyrnar hvert og eitt og það svo okkar að opna, ekki bara pínulítið, heldur alveg upp á gátt og segja við Jesú: Gjörðu svo vel, gamt vin, vertu hjá okkur á jólunum. Og við viljum gera það vegna þess að við viljum vera góð hvert við annar, rétt eins og vitringarnir gáfu litla Jesúbarninu gjafir og við eigum að gefa gjafir til þess að öðrum líði vel. Við erum ekki bara að hugsa að við fáum okkar gjafir, heldur gefa öðrum gjafir og svo dýrmætasta gjöf sem við getum gefið það að vera góð hvort við annað. Það ekki rétt? Kili, ertu komin upp á? Já, höldum af stað! Já, gerum það. Af stað! Hvað? Af stað, stopp! Af stað! Stoppaðu! Ég stopp. Mér fannst ég sjá jólatréð. Hvaða jólatréð? Jólatréð okk! Kili! Þessi köttur.
skilda vera jólahjónan bingatigam. Vá, Keli, það aldeilis jólafjöri heima hjá þessum. Ásta, er þetta ekki jólatréð okkar? Keli, það ókurteis að glápa inn glugga. Þetta jólatréð okkar. Ég viss það. Keli, þetta bara alveg eins jólatréð. Nei, þetta okkar tré. Sérðu bláu kúlunana? Já. Já, ég þekki hana, ég hengdi hana sjálfur á tréð. Þess að ómerkilegasti jólaþjófur sem ég þekki. Sá skal sko fá orð í eyra. Ásta? Já. Ég ætla að ná í tréð. Keli, enga vitleysa á jólunum. Já. Nei. Ógeðslega vond lyktinni, Keli. Já, þetta lykt af jólaþjófi. Jæja, bara komni gestir, nú bara komni gestir í mín hús, það ekki amalegt það. Já, það eins gott ég á búin að gera svona jólalegt. Jólalegt, þú meinar þjófalegt. Keli, vertu kurteis. Ó, ég er svo ánægð með jólaskreitingarnar í ár. Haldið ég hafði bara ekki fundið þetta jólatré. Það var enginn að nota það, svo ég bara tók það með mér heim. Fyrirgefið þið hvað þið fákvællegt. Harfisk, viljið harfisk? Nei. Ekki þannig? En mark? Gefur hraustlegt og gott útlit, viljið það ekki? Nei. Það nú ekkert hold utan á þig, stelpa. Þú voru að borða eitthvað. Já, viltu ekki bara stela inni líka? Hvað, viljið ekki þiggja henni? Nei, ómögulega. Við vorum að borða. Það svo sjaldan sem maður fær gesti nú orðið. Strákarnir mínir, þið kannski þekkið þá. Jólasveinarnir, já. Þeir bara eru alveg hættir að láta sjá sig. Maður bara einn að ráfa þetta hérna. Alveg hundleiðilegt. En finnst ykkur ekki jólalegt hjá mér? Jú, alveg bara reglulega jólalegt, sko. Já, bara reglulega þjófalegt. Ég veit ekki hvernig ég hefði farið að ef ég hefði ekki fundið þetta jóladót og þetta jólatré. Já, það hefði ekki verið jólalegt hjá mér einstæðingnum. Og ég tala nú ekki hvað það gaman að fá svona huggulega stúlku heim til sín í heimsókn og svona líka fallegan kött, Þú minnir mig nú bara á jólaköttin. Kött. Já, það bara reglulega jólalegt hjá þér. Já. Svona virkilega Má ekki bjóða ykkur smá tónlist? Sjá. Keli, þú verður að segja henni að þetta jólatréð okkar. Já, en veistu þetta tré, það passa svo vel hérna inni. Það passa svo litnum í augunum þínu. Veistu, við Ásta áttum þetta tré, en þú mátt bara eiga það. Það miklu betra hjá þér. Fröken. Kallið mig bara Grílu, það gera það allir. Já, Gríla. Við kötturinn minn, hann Keli, við höldum jólaboð á hverju ári. Og við vorum að hugsa að bjóða þér bara núna til okkar í smákökur og kaffi. Hvað segir þið ætlaði að bjóða mér? Já. Hvað á ég til að fara í? Hvað á Gríla til að fara í? Er ekki nóg að gefa henni jólatré? Þurfum við að láta hann að éta allan jólabaksturinn líka? Hún er svo ein eitthvað, Hvað getur Gríla farið í? Þetta fer þetta mér. Þvílíkt ævintýri að hitta Grílu. Já, ekki vissi ég að hún væri flutt í bæinn. Nei, ekki heldur. Snotur íbúð hjá henni, en alveg óboðslega vond lykt. Vistu það, Keli, að ég get nú ekki annað en vorkennt henni. Það var nú fallegt að þér að bjóða henni í jólaboð, það myndi nú ekki margir gera. Keli, en þú? Þú gafst henni jólatrið okkar. Þvílík hjartagæska. Þetta hefði ekki allir gert. Nei, veitu, ég er alveg rosalega góður köttur, alveg rosalega mikill mannvinur. Ásta, Já. Veistu, ég held ég hafi bara fundið hinn sanna boðskap jólanna. Já, Keli, veistu það, ég held að sé bara rétt hjá þér. En drífum okkur heim áður en Gríla kemur til að gera allt klárt. Já, auðvitað. Já, klár, hot klárinn minn. Hot klárinn minn. Funduð þið tréð? Já, veistu að reyndar þá gerði þið það. Hvar er það? Já, það er í öruggum höndum. Já. En komuð ekki með það? Nei. Nei. Verðum við þó ekki með neitt jólatréð, þá verður engin jól. Æ, Lóa mín, látt ekki svona. Það geta alveg verið jól án jólatrjá á jólaskuld. Það eru jólin nú þegar. Já. Veistu það, í gamla daga voru engin jólatré, en samt voru jól. Ég skal nú segja það, Keli minn, að þegar ég var lítið drengur þá vorum við svo fátæk að pabbi, hann bjó til jólatré úr hrossataði. Já, frosnu hrossataði.
Frost. Nei, það eru ykkur að banka, hvað eru honum gestir eða Já, við fengum okkar Keli ætla að líta við smá jólakaffi. Sælt fyrir fólkið og gleðileg jólin. Gleðileg jól. Já, verðu velkomin, blessuð Grýla mín. Velkomin Sæll, Keli minn. Já, þakka þér fyrir. Ég kom með þetta jólatré svona til þess að hafa eitthvað til þess að dansa við. Grýla, hvað er hún að gera hér? Já, við Ásta þekkjum hana, hún ósköp einmana jólin, þannig við ákváðum að bjóða henni til okkar. Hefðu nú að heilsa henni? Nei. Jú, vertu kurteis. Ég get sagt þér að það borgar sig nálægt Grýlu. Er það? Já, fyttu þér að hún verður reið. Já. Sæl. Já, sæl stúlka mín. Voðalegt að sjá þig, það ekkert hold utan á þér, ertu ekki dugleg að borða? Jú, ég er mjög dugleg að borða. Frú Grýla. Ég veit ekki, Ertu ekki alltaf að prófa góð? Jú, ég er stiltasta stúlkan í öllum heiminu, rosalegt smart, maður bjóða smákökur. Ég þakka þér fyrir. Hver er þetta? Hvaða ægilega myndalegi maður er þetta? Já, þetta nú maður af mínum smekk. Hvað gerir þú með leyfi? Já, Ásta, bjargaðu Sigurdóri, hann hefur ekkert gert af sér. Já. Frú Grýla. Ég var að hugsa, fyrst þú ert nú komin með þetta fallega jólatrí, er ekki bara tilvæli að þú dansir aðeins í kringu það? Já, það stemmi hver því. Er það ekki vera? Má bjóð þér að dansa, hvað myndalegi maður? Já, nei, Kalla. Komdu, dansa, vinnu minn. Já. Komdu líka. Já. Svona, leiðist þig. Já. Er þetta ekki eitthvað svona? Jú, frú Grýla. Það er gaman. Já, það er smart. Jú, það er gaman, já. Já, Keli, það er nú eins gott að þetta endar allt bara vonandi í ósköp vel. Já, allt er gott sem endar vel. Já. Heyrðu, og drífðu þið að fara að dansa út að missa jólaballinu? Já, heyrðu Keli, þú verður bara að passa að það fær allt vel, þetta með Grýlu og þau, þú veist. Ég skal sjá til þess að færi ekki allt úr böndunum. Gott, mikið er ég fegin að heyra það. Allt í lagi. Gleðileg jól, krakkar. Og svo upp með fjöri! Það er eiginlega fílað ykkur. Var það þú ykkur? Nú lítum við inn á jólaball með gluggagægi og nokkrum kátum krökkum. Nú get ég sagt ykkur skemmtilega sögu næsta lag. Þið vitið að það er alltaf verið að segja svona sögur á jólasveinunum og flest öll þessi jólasveinalög, þau eru byggð á sannsögulegum atburðum. Já, til dæmis einu sinni, ég heiti nú Gluggagægir, kallaðu Gægi. Fattið ekki að gæjast á glugga var algjör gægi? Allt í lagi. En, hvað með það? Einu sinni var ég í litlum skógi, við lítið hús og það var nú heila bara hálfgerður koni. Ég stóð þarna í skóginum og ég var að gæjast út gluggann en ekki inn hann, eins og ég gerir venjulega. Og það var einhver sem tók eftir þessu og samdi þetta lag að því að það kom eitthvað héraskinn sem vildi komast inn og hann kjaftaði náttúrulega öllu í alla og allir fóru bara að syngja og híja á mig í skóginum stóð komið, satt við gluggann í jóla, allir að reyna að syngja það með mig, krakkar. Þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt jólaball. Finnst þið það ekki?
Já, herra gluggagægir, nú bara jólastundin okkar lokið. Það aldrei. Ég vil bara þakka kærlega fyrir samverun í dag og gleðileg jól. Já, og nú allir góðir á jólunum, eða ekki? Jú. Þú líka? Það nokkuð engi kartöflu í skóinn? Nei, enga kartöflu. En ég þakka kærlega fyrir þér fyrir að leyfa mér að koma og vera hérna með ykkur að dansa kring jólatréð í stundin okkar. Það geta allir séð mig sem eru heim. Já, bara mín ánægjan, gluggagægir. Mín ánægjan. Takk fyrir. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Ég verð að ljúka. Það er svo mikið að gera hjá jólasveinum yfir jólin. Já, þetta. Alveg að verða vitlaust.